Ágætu vinir, gleðilegt nýtt ár og takk fyrir árið 2015 sem að baki og með öllu því sem að því fylgdi, sem var ýmislegt. Margt gott gerðist á því ári en þetta ár sem við erum að sigla inn í núna er óskrifað blað og við ætlum að skrifa það mikið eða svona, svolítið sjálf. Allavega hvað að okkur snýr og því sem við ráðum við og ráðum í okkar lífi og öll getum við tekið skrefin sem við höfum lengi ætlað að taka og nú erum við með óskrifað blað í höndunum og getum sett í það ýmislegt sem að við viljum að rætist hjá okkur eins og við leggjum okkur fram það að það rætist. Það ekki rangt við það, elskuðu vinir, að eiga sér einhverja væntingar eitt og annað sem að manni snýr því að maður náttúrulega bara lifandi veruleiki og persóna sem að hefur ýmislegt til mála að leggja, hefur talsvert mikla reynslu af ýmsum málum og við erum með svona vonir eitt og annað og akkur ekki að stefna að því. Það með fjölskylduna til að mynda. Hún í einhverju lamasessu ólagi, akkur ekki að stefna að því að gera sitt til að koma henni í lag? Hvað með vinskapinn sem hefur kannski svolítið þynnst út og ekki eins og var? Ekki sama með hann? Getum við ekki sett okkur það markmið að betrumbæta það allt saman? Og þetta allt saman einhvað sem á okkar valdi að gera. Akkur ekki að setja sér þessi markmið á nýju ári? Því að nýtt ár, þó að svo sem það breyti ekki mörgu fyrir okkur, þá það nú samt nýtt ár. Og þetta ákveðin svona staðfesting eða ákveðin svona kaflaskipti með nýju ári. Og við ættum að setja sem reit númer 1 að betrumbæta samskipti við ástvini og vini og styrkja bönd þar sem að þau eru farin að rakna upp og gera svona okkar í því máli. Því að þetta ráðum við. Svo eru margar óvænti hlutir sem komu upp sem að við munum ekki neitt geta átt við. En það sem við getum gert, það skulum við líka gera. Þú kannski búin að vera í áfengisvanda lengi og vímuefnavanda lengi og núna að koma lífið þínu á réttan kjöl aftur og þú skalt nota þetta ár til þess að setja þér það markmið að það sem að þú hefur kannski dreymt og vildir alltaf verða því að það vill lengi verða alkóhólist eða fíkniefnaneytandi og í vondum málum. Og meðan þeir voru í þessum sínum vondum málum í sinni fíkn, þá áttu þeir á bakvið þetta allt ýmsa drauma. Þegar þeir rankuðu við sér svona inn á milli, þá vissu þeir það að þeir gátu gert miklu betur. Núna þú, segjum það á góðum stað, búin að vera edrú í einhverja vikur eða mánuði eða hvernig sem það og átt þínar væntingar, því ég veit alveg hvernig þetta Akkur ekki að setja sér það markmið að ná í einhvað af þessu tilbaka? Og halda sér bara við þann steðja að þetta komi tilbaka á þessu ári, nýbyrja ári 2016. Akkur ekki. Akkur ekki að gefa sjálfum sér svo litla von í þessu öllu saman. Akkur ekki að segja eitthvað uppörvandi við sjálfan sig úr því að við erum að fara með þetta mála í gang að minnast nýs árs sem við vitum ekkert hvernig verður. Akkur ekki að setja sér eitthvað svona góða punta sem við getum alveg staðið við í raun og veru. Því allt svona snýr að okkur sjálfum. Það erfitt að vera með einhverja heitstrengingar aðra eða eitthvað sem öðrum kemur við, heldur getum við einungis verið með heitstrengingar gagnvart persóninni mér, segðu þetta bara með mér. Akkur ekki? Akkur ekki að setja sér það markmið að vera trúfastari við kirkjuna, heldur mörg okkar hefur verið kannski þessu og hinum málinu. Akkur ekki að setja sér það markmið að vera með tíundin á hreinu og vænta einhvers af tíundinni. Líti ekki á tíundina sem bara glata fé í einhvern söfnuð sem við kannski höfum ekki mikinn trú á.
Akkur ekki að horfa til Guðs og segja, Drottinn, ég ætla ekki að vera fátækari af. Hann vill heyra þetta. Já, vinir, við erum stöndum frammi fyrir tímamótum og við vorum vitni að því eins og árin og undan að það var mikill gauragangur í raketunum á miðnætti og það væri bara eins og þriðja heimsstyrjöldin væri byrjuð. Loftið fylltist púðurreyk og svoleiðis nokk. Brennurnar voru á sínum stað á gamlársdag og mörg á okkur fórum á þær og höfum alltaf hjá gaman að því að þetta er svona ákveðin stund sem að þetta gefur. Þetta er svona ágætur endir á árunni sem var að líða því og þetta líka getur alveg gilt með lífið okkar. Við horfðum á eldinn hvernig hann læsti sig í draslið. Akkur ekki að gera það sama við okkar eigin líf, að leyfa bara eldinum að læsa sig í draslið í okkar lífi og trúa því bara að eftir eldurinn er búinn að brenna allt sem er eldsmatur í okkar lífi, að akkur þá ekki að setja stefnuna á einhvað sem er svona ekki eins rosalega eldfimt eins og það sem við vorum að horfa á brenna upp á brennunni í gær. Við erum með í lífi okkar svona eldfiman, alls konar eldfimt efni sem að er bara eldsmatur og ætti bara að fara sem fyrst á brennu og kannski var það einhver svona í anda sínu sem að brendi upp fullt af drasli sem hefur verið að plaga hann og hefur verið að ganga með honum alltaf lengi og er komin á nýjan stað í þessu öllu saman. Akkur ekki að setja sér það markmið bara að byggja sig upp á nýjan leik og gera bara það sem þarf til þess að úrverði, því að við sem eigum trú til að mynda, við getum svo margt sem við getum sett stefnuna á í sambandi við trúna okkar. Eins og við vorum að tala áðan, þá getum við verið svona sett okkur það markmið að vera trúfastari við kirkjuna, elska söfnuði meira og ef við erum ekkert að þjóna það neitt, að við setjum okkur stefnu á það að fara að þjóna og gera okkur grein fyrir því að þjónusta er verk sem þarf að vinna. Þjónustu er ekki eitthvað sem við tökum að okkur og fyrir svo úr og vantar í og svo framvegis. Við gerum okkur grein fyrir því að til að vera þetta trúfasta fólk þá þurfum við líka að standa við það sem við erum að segja. Akkur ekki að setja sér þessi markmið. Og svona góð markmið, þetta er allt góð markmið, ekkert að vera með einhver markmið sem við vitum ekkert hvort við stöndum við eða neitt. Eitthvað sem við bara viljum gera, höfum lengi dreymt að gera en höfum ekki látið verða af. Og það er margt til að mynda þú sem trúaðu manneskja hefur vilja að gera til að mynda í söfnuðinum en ekki ennþá haft því út í. Akkur ekki að láta þetta ár til þess að koma sér á þann sinn stað í söfnuðinum og vera bara þessi þáttakandi sem við vildum alltaf vera en höfum ekki orðið. Þetta eru góð markmið og þetta eru markmið sem eru alveg raunhæf því að við ráðum öllu þessu. Að koma jarðskjálfta, þá koma eldgos, við ráðum ekkert við þau. Og stöndum bara andspænis ef þau gerast og bara verðum að bíða og vona að allt fari vel. Við ráðum ekkert við það. En þetta eru mál sem við ráðum 100% við og öll hvort gerist. Akkur ekki að setja sér þetta markmið og keyra svolítið lífi í hjarta sitt af því að bara vera með góðar væntingar. Svona getum við verið að tala kjark í okkur. Svona getum við verið að svona gera í eitt og annað sem að máti góðs verða fyrir persónuna mig, sagði þetta með mér, persónuna mig. Við getum líka stemt á það sem erum á atvinnumarkaðinum að komast hærra í vinnun okkar. Hvernig gerum við það? Yfirleitt með því að verða góður starfsmaður, trúfastur starfsmaður, sem að bara gera það sem honum er sagt að gera og ætla sér að vinna sig upp með trúfestina í huga. Því að allir stjórnendur fyrirtækja leita að trúföstu fólki, góðu fólki og þess vegna skemaðir salinn, þess vegna skemaðir starfsfólki því að þeir eru að leita að fólki sem þeir geta sett í þess og hinn á stöðuna.
og maður og kona sem hefur þetta markmið að verða þetta, fer út í þá sálma með sjálfa sig að vera þessi góði starfsmaður, kurteis við alla, dugleg manneskja og svo framvegis og mætir alltaf þegar hún á að mæta og ekki með undanskot og svo framvegis og ekki manneskjan sem kemur gegn stjórnendum eins og til siðs nú að gera því miður allt of mikið á Íslandi. Þetta siðs hjá sömu fólki að vera alltaf gegn þeim sem stjórna, að við viljum vera svolítið kóngar sjálfur, en þetta fólk hefur ekki mikla möguleika á því að verða svona fólk sem kemst eitthvað áfram í sinni vinnu. Við sjáum, kæru vinir, að markmiðin eru mörg. Markmiðin eru, fyrir mig sem manneski, að verða, fyrir mig, ég get að tala fyrir mig, markmiðið mitt að verða svona aðeins trúfastari við Drottinn heldur en ég hef verið kannski á síðasta ári. Það markmiðið mitt. Þegar líf mitt, það snýst allt trúna. Ég bara í kirkjunni. Ég starfa í kirkjunni og vinn fyrir kirkjunni og með kirkjunni og með Kristi allan daginn. Og ég, eins og allir aðri menn, hef það ekki alltaf nógu rótfastur í því sem ég að gera. En þetta markmiðið mitt, að ég nái dýpri rótum, verði svona trúfastari en ég hef oft verið og ætla mér að setja stefnuna svolítið á það, svo hjálpi mér Guð. Og þú getur líka sagt þetta í öllum þínum markmiðum, svo hjálpi mér Guð. Því hann veit alveg hvað þú getur gert í raun og veru. Þessna segjum við, svo hjálpi mér Guð. Ég auðvitað núna að tala til trúaðs fólks. Ég ekki að tala til vantrúarinnar sem hvort þeir gefur ekkert fyrir svona ummæli. Ég að tala til hennar trúuðu, þessara trúföstu manneskja sem að vilja virkilega bæta sitt líf í trú á Jesú. Kannski það markmiðið mitt og þitt með mér, kannski líka að við setjum okkur meira inn í orð Guðs. Þetta gott markmið. Og öll þessi markmið sem við verðum að tala hérna eru öll góð markmið og einstaklingsbundin sem að ég ræð öllu því að þetta snýst mitt líf. Þetta eitthvað sem ég get vel gert. Kannski ykkur á stokk núna að allar að megra sig. Það ekkert að því að megra sig. Þá skaltu líka gera það. Akkur ekki setja sér líka markmið að verða vel betur að sér á árinu 2016 í orði Guðs en ég var á árinu 2015. Akkur ekki. Sem trúin manneskja. Er það ekki bara heilbrigðust á öllum heilbrigðum markmiðum að verða betur að sér fróðari orð Guðs heldur en maður hefur áður verið? Það ekki rangt við það. Og líka eins og vorum að tala um að þetta eitthvað sem við getum gert. Við ráðum alveg við þetta. Þetta kannski spurningu það að forgangsraða tíma sínum öðru sem heldur en maður hefur gert og það getur verið eitt markmiðið mitt. Heyrðu, þú bara tala við Drottinn og segir, Drottinn minn, mér langar til að forgangsráða tíma mínum öðru sem heldur en ég gerði á síðast ári. Og þú segir honum það, já, mér langar til þess að eyða meiri tíma með þér. Mér langar til að eyða meiri tíma í orði, í bænina og svona þessum persónulegu málum. Bæn persónulegt samtal mitt við Guð. Bið ég mikið. Ég geti örugglega beðið meira. Já, ég beði nú svolítið. En ég geti örugglega verið oftar á bæn til Drottins. Og fyrir hver ég að biðja? Kannski markmiðið mitt núna á þessu ári að biðja meira fyrir landi og þjóð. Fyrir fólkin í landinu. Fyrir atvinnuvegum í landinu. Fyrir fjárhag ríkisins. Að það sé í góðum höndum og það verði ávaxtra samara kannski heldur en það oft hefur verið. Þetta allt markmið sem við ráðum við. Og ég tek það fram að ég auðvitað að tala til trúaðra manna því að trúin vill heyra það sem Drottinn að gera. Og þetta eitt af því sem Drottinn vill gera. Hann vill hlúa að þessu landi, hann vill vera með stjórnvöldum og eitt bænaefni gæti verið það að ég vil biðja fyrir fólkinu að það standi með stjórnvöldum og komi ekki endalaust gegn stjórnvöldum.
þegar það verður þeim að tjóni. Já, við getum gert svo ótal margt. Þannig erum við bara að tala persónuleg mál, persónulega stöðu sem við getum rækt með okkur sjálfum, sett vonir á og bundist trúnaði við, og svo hjálpi mér Guð. Hann spyr mig, trúir þú því að ég geti gert þetta? Já, ég segi, já, ég trúi. Og ég segi hann líka, Drottinn, ég vil vera með í því sem þú ert að gera. Hjálpaði mér til að vera oftar með þér á árinu 2016 heldur en ég var á árið 2015. Hjálpaði mér til að biðja oftar og meira fyrir söfnuðinu mínum heldur en ég gerði 2015. Hjálpaði mér til þess að ég hafi augu sem sjá hvað að gerast í söfnuðinu mínum. Svo hjálpi mér Guð til þess. Af hverju segjum við þetta? Að við viljum gefa okkur markmið sem eru raunhæf markmið, sem eru góð markmið, sem eru markmið sem að standast. Þetta allt saman einhvað sem við getum svo vel gert. Þetta bara eins og við vorum að tala áðan, kannski spurning meira nokkuð annað, að forgangsraða hjá sér tíma og deginum. Við erum öll upptekin og höfum ekki allt of mikinn tíma, en það alveg ljóst að eitt markmiðið okkar á þessu ári getur verið að stilla af og kannski skoða betur í hvað við erum að verja tíma okkar. Og einhver mun komast að því, það engin spurning það, að hann hefur ekki alltaf verið að verja tíma sinum nógu mikið með Guði og hver margir get ekki tekið undir þetta. Og þetta fólk, allt þetta fólk, getur sett sér þetta markmið í ár að koma meira að þessu málum. Því allir trúaði menn og allar trúaði konur vilja vera betri þjónar Drottins heldur en þeir hafa verið hingað til. Þannig við erum með markmið. Allt þetta sem hér hefur verið talað eru svona einfalt og vel viðráðanleg mál. Þetta ekki neina risa vaksin markmið og sumpart óraunhæf. Nei, þetta allt saman sem ég get gert. Allt sem ég get gert. En kannski vantar mér bara vilja til að gera megnið af þessu ef ég ekki þegar í þessu. Nú ef þú ert í þessu öllu sem hér hefur verið nefnt og bara trúfastur í þessu eins og vera að bera, þá það bara frábært fyrir þig. Þá skalt þú finna þér upp eitthvað nýtt markmið til að þú bætir við þig. Því að hvert markmið sem raunhæft markmið og gott markmið, í talningum í Guði, svo hjálpi mér Guð, raunhæft. Því hann með í því og hann elskar það þegar menn taka frá og tala það að þeir vilji gera betur í Jesú nafni. Og það nú bara stóra markmið hvers trúaðs manns, að gera betur í Jesú nafni. Við viljum fræðast meira Jesú nafn. Já, við viljum biðja inn í söfnuðin okkar, við viljum biðja inn í það sem þar að gera, því að við viljum fá góða kennslu, við viljum fá góða fræðslu, við viljum fá góða leiðsögn. Einhver þarf að taka sér tak í það til þess að þetta sé betur utan þetta byggt. Og þannig hjálpum við leiðtogum kirkjunnar í að gera þetta eins og Drottinn vill að þetta sé gert og þeir veiklist ekkert í því sem þeir eru að gera. Til þess söfnuðurinn. Hann á að halda utanum leiðtogana og nú skalt þú bara taka undir það með mér að ég ætla að vera þessi manneskja sem held utanum leiðtogana í Jesú nafni með bæninni minni og í því sem ég þarf að gera. Og það eitt af því sem heldur utanum leiðtogana, það nú hvernig sem þú tekur þessu, þá það nú bara 10. elskaði vinur minn. Þegar það kostar peninga að vera með heilan söfnuð, það bara þannig og peningandi koma bara frá mér og þér sem erum og þiggjum þjónustu í téðum söfnuði, hver sem hann þeir eru margir. Ég tilheyri þessu söfnuði, þú tilheyrir einhverjum öðrum söfnuði, en við erum bæði undir því að þurfa að sjá reksturinn á þessu dæmi öllu saman og gerum það með fjármagn okkar. Miklu eða litlu, það skiptir ekki máli. Já, vinir,
Við sjáum að þetta svona hvatning til að setja sér raunhæf markmið og nota til þess árið 2016. Ég veit ekki hvert markmið þitt var á þessum tíma fyrir árið síðan, fyrir árið 2015, sem þá var áskrifað blað, en núna búið að fullskrifa það blað og nú getur þú farið yfir allt saman sem að gerðist fyrir hjá þér árið 2015 og þú sér að sum markmið náðust nú bara alls ekki fram og þú komst nú ekki einu sinni upp í það að skoða það neitt frekar. Og þú lætur, ef þetta var gott markmið og ef þetta var raunhæft markmið, þá viltu bara að það standi og þá heldur bara áfram með það markmið í ár. Og líklega hafur þú lært ýmislegt hvers vegna það gekk ekki uppfyllingu og þá ætlar þú bara að gera það sem að uppáskorti til þess að kæmist á þessu ári í uppfyllingu. Ég veit ekkert hvað það er, en Drottinn veit að hann var alltaf að hnippa í þig en þú fórst aldrei í það. Núna ætlar þú bara að leyfa honum að hjálpa þig við það og svo segjum við saman, svo hjálpi mér Guð. Þetta er góð hvatning, svo hjálpi mér Guð. Við þurfum á hans hjálp að halda og þetta er líka undirstrikun undir það að við þurfum á hjálp hans að halda. Þannig að það er engin lítilsvirðing að tala með þessum hætti. Þetta er bara hábiblíulegu gerningu. Svo hjálpi mér Guð. Kannski er þetta markmið fyrir einhvern einfallega það að hann bara viðurkennir það oftar, hann þurfi á hjálp Guðs að halda heldur en var kannski á síðasta ári vegna þess að hann var svona kannski svolítið sveimhuga í sinni trú. En núna ætlar hann að hætta því og hann og hún að hætta því að vera þessi sveimhuga manneskja. Þetta er bara að taka á því með Drottni. Það er gott mál. Þannig að heitstrengingarnar okkar þurfi ekki allar að snúast megrun og komast hærra í stöður og svo framvegis. Það er alltaf að vera með þetta líka. Það er mega líka alveg og ekkert síður tengjast bara trúnni, kirkjunni og honum sem við elskum svo heitt. Af því hann elskaði okkur að fyrra bragði. Lausnarna sjálfan, Jesú Krist, sem við vitum og viðurkennum er lifandi afl. Akkur ekki setja stefnuna á þetta á þessu ári úr því að við erum hvort ég er með óskrifað blað og ráðum svo miklu það sem við gerum á þessu ári. Akkur ekki setja þessi svona góð markmið bara sem bætir lífið, því allt þetta sem við erum að tala um hér í dag, hér í þessum þætti, bætir lífið okkar. Akkur ekki fara þessa leið. Það er ekkert sem segir mér það að ég eigi ekki að gera það. Það er reyndar allt sem segir það að ég skuli gera það. En það er mitt semst að taka þá frá tíma. Sumir finnst það best að vera með einhverja fasta tíma í þessu. Aðrir eru kannski svona agaðri og geta leyft sér að vera með svolítið frjálsan tíma í þessu, en gera það einhvern tíman á deginum. Kannski ert þú þessi agaða manneskja sem væri treystir til að gera þetta á einhverjum öðrum tíma en föstum tíma og þá ert þú bara í besta máli. En aðalatriðið er að þú taki frá tíma, segjum bara undir lestur, nú ætlar að bæta við þig kannski 10 mínútum í lestri, kannski hálftíma eða lestri, kannski lastu svona fast hálftíma á dag, nú ætlar að teygja þig upp í klukkutíma til að bæta við þig, auka lífsgæðin, auka þekkingu þína á trúnni og Jesú og það verður þér alltaf til gæfu, svo hjálpi mér Guð. Að við sjáum að við getum alveg endalaust verið að auka við okkur á öllum stöðum og vaxa í öllu bara sem við erum að gera. En við þurfum þá að gera það og við getum þurft að raða svolítið upp á nýtt hjá okkur. Það er engin spurning um það. Eins og við vorum að tala um áðan, þetta er ágætustu viðmið, við erum með óskrifað blað. Hérna er bara óskrifað blað, ég sýni það bara hérna. Það er ekkert á þessu blaði, það er bara hvítt og fallegt. Og svona er árið og við byrjum að punta í það hvernig við ætlum að gera það. Svo setjumst við aftur eftir ár á sama stað og hérna og þá getum við farið yfir þetta og þá sjáum við hvernig við stóðum okkur. Já, bara nokkuð vel segjum við og erum að segja í fullum sannleika. Við stóðum okkur nokkuð vel í svo mörgu. En það má alltaf betur gera og við erum fólki sem viljum gera betur. Já, en við endum þetta hér og árið er sem sagt byrjað, nýtt ár, 2016 er komið og það er farið af stað
Við erum hér að lofa Guð og svona vera með smá heitstrengingar varðandi okkur sjálf og við komumst að því að þessar heitstrengingar eru allar saman viðráðanlegar og það var markmið í sjálfu sér. En Konráð Rúnar Friðriksson hefur þetta ekki lengra og bara óskar okkur öllum gleðilegs nýs árs og bara farsældar og velgengni á árinu 2016. Amen.